Góðan dag, ágætu fundarmenn. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til aðalfundar Isavia árið 2019. Í upphafi fundar þá vil ég gera það að tillögu minni að Karl Alvarsson verði fundarstjóri hér í dag og Hafdís Perla Hafsteinsdóttir fundarritari. Ef að ekki eru gerðar athugasemdir við þá tillögu þá vil ég biðja Karl að taka við fundarstjórn og Hafdísi Perlu fundarritun. Takk fyrir það, Ingimundur, og ég þakka traustið sem felst í því að stýra þessu fundi. En áður en við snúum okkur að aðalfundarstörfum rétt að staðfesta bara lögmæti fundarins og það var sent út fundarboð með tölvupósti til hluthafans 4. mars ásamt dagskrá og hluthafinn mættur, verður ekki, eða fulltrúi hans. Og fyrir liggur umboð fyrir Sigurð H. Helgason til þess að fara með umboð hluthafans á þessum aðalfundi. Í ljósi þess að hluthafinn eða fulltrúi hans mættur þá telst fundurinn löglegur nema hann gerir sjálfur athugasemdir við það sem ekki. Og þá snúum við okkur að aðalfundarstörfum sem eru hefðbundin og í samræmi við reglur félagsins og samþykktir og eru hér á töflunni. Ég ætla ekki að lesa þær upp frekar, þær eru þarna fyrir ykkur til að sjá. Og fyrsti liður á dagskrá fundarins skýrsla stjórnar sem að Ingimundur Sigurpálsson flytur. Ingimundur, gjörðu svo vel. Já, ágætu fundarmenn. Árið 2018 einkenndist líkt og undanfarin ár af auknum umsvifum í rekstri Isavia, þó nokkuð hafi dregið úr þeim vexti sem einkennt hefur reksturinn mörg síðustu ár. Heildar farþegahreyfingum á flugvöllum félagsins fjölgaði 11% frá fyrra ári, millilandafarþegum fjölgaði 12% og fjöldi flugvéla og flogin vegalengd af flugstjórnarsvæðinu jókst 6%. Innanlandsfarþegum fækkaði aftur á móti tæp 5% eftir lítilsháttar aukningu síðustu 3 ár. Isavia rekur innanlandsflugvelli fyrir íslenska ríkið samkvæmt sérstökum þjónustusamningi þar Ítrekað hefur verið bent á að mörg mikilvæg flugvallarmannvirki í miður góðu ástandi vegna viðvarandi skorts á fjárveitingum til viðhalds og endurbóta. Flugöryggi verður ekki stefnt í hættu og blasir því við að verði langtíma fjármögnun á nauðsynlegu viðhaldi og uppbyggingu ekki tryggð, þarf að draga enn frekar úr þjónustustigi flugvalla heldur en orðið með ófyrirsjáanlegum afleiðingu fyrir framtíð innanlandsflugsins. Ný stefna stjórnvalda gerir ráð fyrir að innanlandsflug verði hluti af almenningssamgöngukerfinu og gefi íbúum landsbyggðarinnar kost á hagkvæmum ferðamáta. Jafnframt áhersla lögð á að hugað verði að möguleikum til að opna fleiri hlið inn í landið svo fjölga megi svæðum sem njóta góðs af ferðaþjónustu. Eigi að vera von að ná þessum 2 markmiðum þarf að hlúa að innanlandsfluginu sem á í harðri samkeppni við annan niðurgreiddan samgöngumáta. Ennfremur þarf að treysta flugvallarmannvirkis og þau geti stutt við markaðssetningu og vaxtarmöguleika í flugsamgöngum. Farþegum á Keflavíkurflugvelli fjölgaði eins og áður sagði 12% á milli áranna 2017 og 2018 í stað 30% árlegrar fjölgunar síðastliðin ár sem algengt hefur verið og nam aukningin rúmlega 1 milljón farþega á síðasta ári. Hlutfallslega hefur aukning síðustu ára verið meiri utan sumaráætlunar í samræmi við áherslu Isavia, ferðaþjónustunnar og notenda flugvallarins. Í farþegaspá fyrir árið 2019 sem kynnt var í febrúarmánuði síðastliðnum aftur á móti gert ráð fyrir að farþegum fækki tæp 9% á milli ára. Skýringar á þessu að leita í fækkun ferða og áfangastaða hjá viðskiptavinum flugvallarins en vonir eru bundnar við að umferðin aukist aftur á næstu árum og raunar strax á næsta ári. Sumarið 2018 flugu 30 flugfélög frá Keflavíkurflugvelli til rúmlega 100 áfangastaða og 10 félög sinntu flugi þaðan allt árið.
Keflavíkurflugvöllur rekinn í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og eigi hann að halda sæti sínu og taka við fjölgun farþega enn frekari uppbygging nauðsynleg. Uppbyggingaráætlun flugvallarins stýrist af farþegaspá og áætlunum flugfélagana en hún miðar að því að veita góða þjónustu og aðstöðu við hæfi og hún því unnin í nánu samstarfi við flugvallarnotendur. Unnið að því að endurskipuleggja og áfangaskipta framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli miðað við áætlaða fjölgun farþega næstu ár með arðbærni og hagkvæmni að leiðarljósi og hafa uppbyggingaráform verið sett í umhverfismat. Vinna hafin við hönnun á endurbættri tengibyggingu sem felur meðal annars í sér áframhaldandi breikkun og stefnt á að hún verði tekin í notkun árið 2023. Áætlaður framkvæmdakostnaður 30 milljarðar króna. Einnig hafin undirbúningur annars áfanga uppbyggingaráætlunar með útboði á verkefnisumsjón sem áformað að taka til afgreiðslu á fundi stjórnar í október á þessu ári. Útboðsferlið markar upphafið að nýrri flugstöðvarbyggingu og farþegaálmu, svokallari Austurálmu, en áætlað að framkvæmdir hefjist við þessa framkvæmdaþætti árið 2021 og gætu þá fyrstu áfangar verið teknir í notkun á árunum 2024 og 2025. Vert að ítreka að uppbygging á Keflavíkurflugvelli ræðst alfarið af því að farþegaspár og rekstraráætlanir flugrekenda og Isavia standi undir kostnaði við framkvæmdir. Meginverkefni stjórnar og stjórnenda Isavia í náinni samvinnu við stærstu flugrekendur á Keflavíkurflugvelli verður síðan að haga tímasetningu framkvæmda í samræmi við endurmetnar farþegaspár og rekstraráætlanir frá ári til árs. Flugleiðsögusvið Isavia á í víðtæku alþjóðastarfi og þar lögð rík áhersla á örugga og hagkvæma þjónustu. Flugumferð sívaxandi og mikil áskorun felst í því að tryggja hæft starfsfólk og fullkomin búnað til þess að mæta auknum umsvifum líkt og öðrum starfsviðum félagsins. Kostnaður við flugleiðsöguþjónustuna greiddur af notendum í samræmi við milliríkjasamning sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur umsjón með. Nú stendur yfir endurnýjun og uppfærsla á flugstjórnarkerfum Isavia svo þau styðji við aukið þjónustustig á íslenska flugstjórnarsvæðinu og Keflavíkurflugvelli. Þar unnið að endurnýjun tækjabúnaðar til samræmis við evrópska staðla og öðrum endurbótum til þess að auka skilvirkni og takast á við þá auknu umferð sem spáð á næstu árum. Stjórn Isavia hefur sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem helstu verkefni og valdsvið stjórnar og forstjóra skilgreind. 3 undirnefndir starfa á vegum stjórnar, það starfskjaranefnd, endurskoðunarnefnd og framkvæmdanefnd og tóku endurskoðunarnefnd og framkvæmdanefnd til starfa á síðasta starfsári. Af hálfu Isavia hefur verið unnið að innleiðingu jafnlaunakerfis sem hefur haft það að markmiði að viðhalda launajafnrétti og uppfylla skyldur atvinnurekenda jafna stöðu og jafna rétt karla og kvenna. Kerfið var vottað af Jafnréttisstofu árið 2018. Þá hefur Isavia jafnframt skuldbundið sig til þess að vinna að stöðugum umbótum á þessu sviði, hafa eftirlit með viðmiðum og bregðast við frávikum sem upp kunna að koma. Isavia hefur það að leiðarljósi að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfseminni í lágmarki. Félagið hefur unnið markvisst að umbótum í umhverfismálum á sama tíma og það hefur tekist á við fjölgun farþega og aukningu á rekstrarumfangi. Unnið markvisst að því á öllum starfsstöðvum Isavia að taka umhverfismál föstum tökum og voru flugfjarskipti í Gufunesi fyrsta starfsstöð félagsins til þess að öðlast ISO 14001 umhverfisvottun á árinu 2018 og ljúka innleiðingu á 5 grænum skrefum umhverfisstofnunar. Stjórn Isavia samþykkti sérstaka stefnu í samfélagsábyrgð árið 2016 og í kjölfarið gerðist félagi aðili að alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna samfélagsverkefnið UN Global Compact. Með þátttöku skuldbindur félagið sig til þess að stefna og starfshættir séu í samræmi við 10 meginreglur Sameinuðu þjóðanna mannréttindi, vinnumál, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu. Isavia setur sér jafnframt markmið tengt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og birtir opinberlega upplýsingar starfsemi og áhrif
félagsins á efnahag, umhverfi og samfélag. Á árinu 2018 var unnið að endurskoðun á stefnu Isavia til næstu ára. Ákveðið var að skerpa á hlutverki, framtíðarsýn, gildum og stefnumiðum félagsins. Stefna var samþykkt mitt ár 2018 í samráði og samvinnu við stjórnendur og starfsmenn félagsins og var samfélagsábyrgð tekin inn sem eitt af stefnumiðum félagsins. Þá er þess og að geta að Isavia hefur nú gefið út árs- og samfélagsskýrslu í 3. sinn samkvæmt viðmiðum Global Reporting Initiative með sérákvæðum flugvelli og næst nú sá ánægjulegi áfangi að gefa skýrsluna út í webformi. Isavia hefur einsett sér að stuðla að góðu ferðalagi þeirra 20 milljóna ferðamanna sem nýta sér þjónustu félagsins. Þetta hafa starfsmenn tilengað sér í ríkum mæli eins og mörg dæmi eru Nýjasta dæmið er niðurstaða alþjóðasamtaka flugvalla þar sem Keflavíkurflugvöllur hafnaði enn einu sinni í einu af efstu sætum í sínum stærðarflokki í þjónustukönnun samtakanna árið 2018. Slíkur árangur er sannarlega athyglisverður, einkum í ljósi þeirra aðstæðna sem ríkt hafa á flugvellinum í mjög hröðum vexti samfara uppbyggingu mannvirkja undanfarin ár. Það er því sérstök ástæða til að færa starfsmönnum Isavia bestu þakkir og hamingjuóskir stjórnar félagsins fyrir frábæran árangur og vel unnin störf. Jafnframt vil ég þakka viðskiptavinum Isavia og starfsmönnum þeirra fyrir farsæla samvinnu og gott samstarf fjölbreytt og flókin úrlausnarefni. Góð samvinna starfsmanna og notenda flugvalla landsins er forsenda þess að vel takist til rekstur þeirra. Góðu fundamenn, að því er komið að ég læt nú að formennskustjórn Isavia eftir 5 ára starf. Það er góðu tími fyrir slíkt verkefni þegar uppbyggingarhraði er mikill og margt umleikis. Vissulega eru það forréttindi að hafa fengið tækifæri til þess að koma að undirbúningi og þeirri miklu uppbyggingu sem verið hefur á félaginu undanfarin ár og sömuleiðis að hafa átt þess kost að vinna með þeirri öflugu sveit sem stýrt hefur verkefnum félagsins. Ég vil að lokum nota tækifærið og þakka forstjóra, framkvæmdastjórn og öllu starfsfólki Isavia fyrir farsælt samstarf og góða samvinnu. Meðstjórnendum mínum þakka ég ánægjuleg samskipti, einstaka samvinnu og traust og ég óska nýrri stjórn velfarnaðar í mikilvægum störfum framundan. Takk. Takk fyrir þetta, Ingimundur. Næst á að gera grein fyrir starfsemi félagsins og Björn Óli Hauksson, forstjóri, mun gera grein fyrir starfseminni á árinu 2018 og útskýra reikninga félagsins. Björn, og rétt áður en að hann stígur í pontu vil ég bara vekja athygli á því sem hann láðist í upphafi að geta þess að bæði fulltrúum fjölmiðla og alþingismönnum hefur verið boðið að sitja þennan fund eins og fyrri aðalfundi. Gjörðu svo vel, Björn. Já, fundarstjórir, góði gestir. Frá árinu 2009 höfum við upplifað fáheyrða fjölgun farþega sem fara Keflavíkurflugvöll. Árleg hlutfallsleg fjölgun farþega hefur verið frá tæplega 12% allt upp í ríflega 40%. Þessi fjölgun hefur drifin áfram af aukningu framboðs, sérstaklega hjá innlendu flugfélögunum okkar og þá ekki síst utan sumarmánaða. Á síðasta ári fór að bera á þrengingum á flugmarkaðnum. Þrátt fyrir það fjölgaði farþegum sem fóru Keflavíkurflugvöll 12% á síðasta ári. Þannig höfum við meira en fjórfaldað fjölda farþega sem fóru flugvöllinn 2009. Samhliða þrengingum á flugmarkaðnum hefur dregið nokkur úr heildarframboði sem skilað hefur sér í fækkun farþega á árinu 2019. Fyrstu 2 mánuði ársins 2019 fækkaði farþegum 6,3% milli ára sem þó er ívið minni fækkun en farþegaspár okkar gerðu ráð fyrir. En ríkir töluverð óvissa á markaðnum. Bæði hefur WOW ekki lokið fjármögnun sem unnið hefur að í nokkuð tíma og þá hefur Icelandair einnig staðið fyrir framan verulegum áskorunum í sínum rekstri.
Í gegnum tíman hafa Isavia og forverar þess lagt sig fram við að standa við bakið á sínum viðskiptavinum. Það eru hagsmunir Keflavíkurflugvallar að sem flest flugfélög sjái sér hag í að nýta sér þá þjónustu sem við bjóðum upp á. Hafa verður þó í huga að við getum ekki valið milli flugfélaga og viljum heldur ekki gera það. Svo framalega sem það er pláss á flugvöllunum og flugrekandi er reiðubúinn til að uppfylla skilmála flugvallans er hann velkominn. Það fullyrðingar sem hafa heyrst að ferðamenn sem koma með lággjaldra flugfélögum til landsins eyði minna á áfangastað eru mjög umdeildar. Sá hópur ferðamanna sem leggur meir upp á því að nota fjármuni sína í upplifun og minningar heldur en flugfargjöld og gistingur fer ört stækkandi. Þessi hópur ferðamanna er afar mikilvægur fyrir ferðaþjónustuna í Íslandi. Einnig hefur svolítið verið rætt undanfarið stefnuleysi þegar kemur að flugi og ferðamennsku, en við fögnum því að þessar mundir er verið að vinna að flugstefnu fyrir Ísland. Ég legg áherslu á það að slík stefna verði unnin með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi en ekki sett upp til að leysa afmörkuð vandamál. Hvað lítur á öðrum hlutum sem hafa verið umræðin undanfarið, það eru viðskiptakröfur Isavia. Þegar flugfélög greiða ekki reikninga á réttum tíma, þá er mikilvægt að miða aðgerðið við þá viðskiptahagsmuni sem í húfi eru. Þá er einnig afar mikilvægt fyrir hlutafélag í opinberri eigu eins og Isavia að taka ákvarðanir eins og upplýstur einkafjárfestir. Með þetta að leiðarljósi og horft til sögunar þá í gegnum tíðina hafa félagið og forverar þess staðið með ýmsum hætti á bakið að sínum viðskiptavinum. Við sem þjónustufyrirtæki ferðaþjónustu munum halda áfram að byggja upp og viðhalda traustu viðskiptasambandi við okkar viðskiptavini og aftur með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Til að mögulegt sé að halda áfram nauðsynlegri uppbygging á Keflavíkurflugvelli til þess að uppfylla þjónustu markmið miðað við núverandi fjölda farþega og til að byggja upp til framtíðar. Þá er mikilvægt að núverandi nýting á innviðum Keflavíkurflugvallar minnki ekki. Leiðakerfi Icelandair og WOW byggja á því að ná fullri nýtingu á afkastagetu innviða Keflavíkurflugvallar yfir stuttan tíma í dagsins í einu. Ef til þess kæmi að við myndum missa frá okkur hluta þeirra tekna, þá myndi það hafa áhrif á getu okkar til frekar uppbyggingar og kæmi niður á notendum flugvallarins, öllum sem þar koma að. Það er því öllum hollt og nauðsynlegt að horfa á heildarmyndina í þessu máli. Ef við víkjum að innanlandsflugvallarkerfinu, þá höfum við margoft bent á það að staða þess er ekki góð. Framlög hins opinbera hafa dregið saman á sama tíma og uppsöfnuð viðhalds og endurnýjað þörf á mannvirkjunum á innanlandsflugvallunum hefur farið mjög vaxandi. Innviðir flugvallarkerfisins eru í dag í eigu og ábyrgð íslenska ríkisins og við teljum að eðlilegt að svo verði áfram. Er að ræða samgöngukerfi sem byggir á byggðasjónarmiðum en ekki viðskiptahagsmunum. Þjónustustig og annað er ákvarðað ríkinu og eina sem vantar upp á er það að við þurfum að vera á hreinu að þjónustu verður að fylgja fjármagn. Það er aftur á móti gott að geta sagt að ég hef haft á tilfinningunni að þessi skilningur að þjónustu verður að vera með fjármagn til þess að við getum haldið upp í þessum þjónustumarkmiðum, sá skilningur hefur aukist undanfarið. En það er samt ekki mögulegt að aðskilja ákvörðun þjónustustig og ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum, svo vel má vera. Til að víkja að flugleiðsögunni, þá getur bara sagt það að hún hefur gengið mjög vel. Áfram er verið að vinna í uppfærslu tækja og tæknibúnaðar sem gerir félaginu kleift að takast áfram á við aukin umsvif og bjóða fram á skilvirka þjónustu fyrir flugrekendur. Hvort sem er á leiðinni til og frá Íslandi eða á leið sinni yfir Norður Atlantshafið. Okkur finnst gott að vita að rekstur Suluk, dótturfélags Isavia sem sinnir flugleiðsögu þjónustu á flugvöllunum í Kangerlussuaq í syðri Straumsfirði í Grænlandi hefur gengið mjög vel. Og þjálfun þarlenda flugumferðarstjóra hefur verið í takt við þær væntingar sem voru settar þegar grænlenska fyrirtækið var stofnað.
Síðustu vikur hefur einnig verið rætt svolítið hugmyndir samgönguráðuneytisins að Isavia taki yfir og greiði fyrir rekstur allra flugvalla á landinu sem hafi innviði til að taka við millilandaflugvöllum. Keflavíkurflugvöllur eini flugvöllurinn á landinu sem sjálfbær, þannig að hugmyndin snýr að því að flugrekendur á Keflavíkurflugvelli greiði fyrir það sem vantar upp á í rekstur og uppbyggingu Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvallar. Við þurfum þó að muna að vasar flugrekendur ekki endalaust djúpir og staða þeirra í dag, eins og ég nefndi áðan, í raun og veru þannig að við höfum ekki treyst okkur til þess að hækka notendagjöld á Keflavíkurflugvelli síðustu ár, þó svo að hækkunarþörf sé klárlega til staðar. Það er því ljóst að ef þessar hugmyndir verða að veruleika, þá munu þessi fjármagni að stærstum eða öllum hluta koma úr afkomu Keflavíkurflugvallar. Ég vil samt segja, svo það sé alveg skýrt frá okkar hálfu, að á endanum það alltaf eigandi Isavia sem tekur ákvörðun hvernig þetta mál fer. Og við munum að sjálfsögðu alltaf fara eftir þeim fyrirmælum sem okkur gefin í gegnum eigandastefnuna á hverjum tíma. Okkur það eingöngu mikilvægt að ákvörðun sé upplýst og þau sem taka ákvörðun sé þess fullkomlega meðvituð að hún mun leiða til þess að draga þurfi verulega á uppbygginguna Keflavíkurflugvelli. Slíkt mun hafa víðtæk áhrif á ferðaþjónustuna og kannski jafnvel hagsæld á Íslandi. En við skulum snúa okkur að ársreikningi félagsins fyrir árið 2018. Rekstur ársins gekk vel og þrátt fyrir hægari farþegaaukningu heldur en ráð var fyrir gert á seinni hluta ársins var rekstrarafkoman í samræmi við upphaflegar fjárhagsáætlanir félagsins. Rekstrartekjurnar héldu áfram að vaxa og sem fyrr var sá vöxtur drifinn áfram af auknum umsvifum í millilandaflugi. Launakostnaður hélt áfram að vaxa, hann jókst 9% meðan meðalfjöldi starfa jókst 6%. Almennur rekstrarkostnaður félagsins hækkaði minna en áætlanir gerðu ráð fyrir enda gekk félagið strax til kostnaðaraðhalds síðasta haust til að bregðast við hægari farþegaaukningu en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. EBITDA og rekstrarhagnaður hækkuðu milli ára og hækka einnig sem hlutfall af tekjum. Heildarafkoma ársins hækkar 313 milljónir þrátt fyrir neikvæð áhrif vegna breytinga á gengismun sem að mestu leyti tilkomnu vegna fjármögnun í erlendum gjaldmiðlum sem hafa aukist 794 milljónir króna. Og þá komum við að efnahagsreikningunum. Heildareignir fyrirtækisins námu rétt 80 milljörðum króna í árslok 2018 og hækkuðu 7,3 milljarða króna milli ára. Veltu fjármunir jukust 4,7 milljarða. Stærsta hlutin af þeirri hækkun má rekja til hækkunar að handbæru fé upp á 2,3 milljarða króna. Staða handbærs fé nokkuð rýmri en lausafjárstaða félagsins kveður á en í ljósi þess að blikur hafa verið á lofti hjá stórum viðskiptavinum Isavia þá þóttu hyggilega að fara inn í árið með rúma sjóstöðu. Þá rýmaði svo ákvörðun ágætlega við fyrirhugaðan ádrátt á langtímalán sem nýttir voru að stórum hluta til uppgreiðslu á skammtíma brúarfjármögnun. Aðrar skammtímakröfur hækkuðu 1,2 milljarða króna. Þá hækkun má rekja fullu til kröfu félagsins á ríkisskattstjóra vegna virðisaukaskatts. Í september 2016 breytti skattstjóri án sýnilegar ástæðu afgreiðslu á innsendum virðisaukaskattsskýrslum félagsins vegna flugtengdra umsvifa á Keflavíkurflugvelli. Óvissa lokaniðurstöðu málsins enn til staðar, en til framtíðar hefur óvissinu þó verið eitt þar sem löggjafinn hefur nú gert breytingar á lögum virðisaukaskatt sem tekur af öll tvímæli heimildi félagsins til að beita þeirri aðferðafræði sem beitt hefur verið frá stofnun félagsins. Þessar breytingar á lögunum tóku gildi 1. janúar síðastliðinn.
Þessi óvissan vegna mismunandi túlkanir félagsins og ríkisskattstjóra snýst við eingöngu að tímabilinu september 2016 til desember 2018. Þó töluverðar fjárhæðir að ræða og nam krafa samtals 5,2 milljarða króna í árslok 2018. Nánar fjallað þetta mál í skýringu 14 með ársreikningi félagsins sem liggur á borðunum þarna. Viðskiptakröfurnar hækkuðu 963 milljónir króna milli ára. Hluta af hækkunum rekja til aukinna umsvifa í millilandaflugi. Af heildar fjárhæð viðskiptakrafnar 57% ógjaldfallnar og 20% eldri en 3 mánaða. Ekki hefur verið gefið tilefni til sérstakra niðurfærslu vegna viðskiptakrafna sem eru eldri en 3 mánaða. Þess ber þó að geta að tekin hefur verið full reikningshaldsleg afskrift fyrir viðskiptakröfu félagsins á þrotabú Primera. Ef við horfum á staða eiginfjár hækkaði milli ára 4,3 milljarða króna sem skilaði 44% eiginfjárhlutfall í loka árs 2018 sem hækkun upp á 1,4% stig frá loka árs 2017. Staða langtímaskulda hækkar 8,2 milljarða króna en sú hækkun fór að stærstum hluta til endurgreiðslu skammtíma brúarfjármagn en það lækka næstu árs afborganir á móti. En víkjum þá að sjóðstreyminum. Þar sem handbært fé hækkar talsvert frá rekstri þá má rekja þá hækkun til aukins rekstrarhagnaðar og minni hækkun á kröfu ríkisskattstjóra vegna virðisaukaskatts sem ég kom stuttlega á hér á undan. Hluti af ástæðinu fyrir því að hækkun á kröfu ríkisskattstjóra var þetta mikið minn en að fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum lækkaði 8,4 milljarða króna milli ára. Sem fyrr langstærsti hluti fjárfestingarinnar í varanlegum rekstrarfjármunum tilkomin vegna fjárfestinga á Keflavíkurflugvelli. Eins og ég kom inn á áðan þá voru fjármunir nýrra lána að mestu leyti nýttir til afborgunar og endurgreiðslu eldri lána og þá aðalega til skammtíma bjóðarfjármagni eins og ég sagði áðan. Staða handbærs fjés var því áfram góð síðustu áramót og aðgengi félagsins að lánsfé til áframhaldandi uppbyggingar gott. Nú eru þið búin að heyra yfirferðina á ársreikningi og ég vona að allir hér séu sammála að þetta gengið vel á síðasta ári. En við stöndum í þeirri stöðu að ekki má slá slöku við. Það þarf að halda áfram að vinna að festu ákveðni að koma þeim framkvæmdum sem eru nauðsynlegt fyrir félagið og koma þeim að halda áfram þeirri uppbyggingu. Ég ætla að taka það fram að uppbygging félagsins í ár eins og öll önnur ár sem ég hef farið að vinna hérna starfsfólki í Isavia að þakka og þeim samstarfsmönnum sem við höfum haft í öðrum félögum sem hafa komið að rekstri Keflavíkurflugvallar, innanlandsflugvallanna og flugleiðsögunar, annars hefðum við aldrei getað náð þessum góða árangri. En vöxturinn sem við höfum glímt við, sérstaklega í Keflavík, hefur verið fordæmalaus og verið hinn mesta áskorun. Reksturinn skiptir rosalega miklu máli fyrir Ísland og út fyrir landsbyggðina, hvort sem þau á innanlandsflugvöllunum, í flugumferðarstjórn yfir Norður-Atlantshafi og hérna á Keflavíkurflugvelli. Og maður gleymir því stundum að Keflavíkurflugvöllur þar langstærsta vinnusvæði Reykjanes og bara grunnur þess að það svæði náði sér einlega upp eftir að herinn fór. Öll þessi umsvif hafa mikinn áhrif á öllum stöðum og ég held að við sjáum það öll ef við bökkum aftur frá 2010 hver mikla breytingar hafa orðið á Íslandi, hvaðan við komum og hvert við erum að fara. Með svona stórt fyrirtæki þá rosalega nauðsynlegt að það sé mjög samfélagslega ábyrgt. Og þið sjáuð á borðunum, við erum hérna með minni skýrslu liggjandi á borðunum heldur en höfum gert undanfarin ár. Venjulega hefur verið þung og mikil skýrsla, hún stækkað og stækkaði
En við ákváðum að það væri nú kannski ekki rétt sem samfélagslegt ábyrgt fyrirtæki að vera með prenta út mjög mikla bæklinga á pappír. Þannig við settum alla samfélagslega skýrsluna á vefinn og ég ætla að skora þá að nota tækifærið, menn fara inn og horfa á isavia.is /ársskýrsla. Og við höfum upplifað þegar við erum að tala við samstarfsmenn okkar alþjóða vettvangi að hlutverk flugvalla í að hugsa samfélagið það sem koma skal. Menn að horfa á aukningar til farþega í Evrópu til næstu 20 ára að það tvöfaldist. Þessi aukning mun hafa mikil áhrif á allt sem við erum að gera, hvort sem það erlendis eða hérna heima. Þannig við þurfum þá í okkar vinnu að vera mjög meðvitað hvernig framtíðin En áður en ég lýk máli mínu þá ætla ég að þakka samstarfsfólki mínu fyrir, eins og aftur sagði, frábæra samvinnu og nú tækifæri líka til að þakka stjórninni fyrir mjög gott samstarf á síðasta ári og sérstaklega stjórnarformanni fyrir bara frábært samstarf á síðustu 6 árum. Þetta hefur ánægjuleg samvinna og hann hefur tekið þátt í því að með stjórnina leið okkur í gegnum þessi stærstu uppbyggingar sem hafa verið hjá fyrirtækinu frá bara upphæð. Ég ætla að þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Og ef við kunnum eitthvað þá að gera flott myndbönd og það í boði markaðsdeildarinnar. Takk fyrir það. Einhverjar athugasemdir við reikninga ársins? Það ekki. Þá eru ársreikningarnir lagðir fram til samþykktar fyrir 2018 og hluthafinn segir samþykkt. Takk fyrir það. Næsta dagskrá kosning stjórnarmanna og varastjórnarmanna og fyrir liggur tillaga að eftirfarandi verði kosnir í stjórn félagsins. Í aðalstjórn Orri Hauksson, Eva Pandóra Baldursdóttir, Matthías Páll Imsland, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir og Valdimar Haldursson. Og þessi tillaga borin til atkvæða og hluthafinn segir já. Og teljast þessir aðilar þá rétt kjörnir í aðalstjórn. Tillaga varastjórn og hún svohljóðandi. Í varastjórn Sigrún Traustadóttir, Heiðar Eiríksson, Ingveldur Sæmundsdóttir, Óskar Þormundsson og Björg Eva Erlendsdóttir. Og tillagan hér með borin fram til samþykktar og telst samþykkt. Takk fyrir það. Þá komið að kjöri kosningu endurskoðanda.
Í samræmi við C-lið 1. málsgreinar 4. greinar laga nr. 46/2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga leggur stjórnin til að Ríkisendurskoðun Bríetatúni 7 Reykjavík annist endurskoðun reikningana og sú tillaga lögð fram til afgreiðslu og samþykkt. Og telst Ríkisendurskoðun réttkjörinn endurskoðandi félagsins. Þá komið að tillögu ráðstöfun hagnaðar. Fyrir liggur tillaga stjórnar að hagnaður verði fluttur á eigið fé og tillagan borin upp til samþykktar og samþykkt. Takk. Næsta dagskrá starfskjarastefnan og hún liggur frammi til samþykktar og borin undir hluthafann sem segir já. Næst á dagskránni þóknun stjórnarmanna og ég held að ég lesi bara upp tillöguna eins og hún liggur fyrir. Og fyrir liggur tillaga laun stjórnar Ísafjarðarbæjar og þóknun fyrir nefndarsetu og tillagan hljóðar upp á það að laun stjórnar Ísafjarðarbæjar skuli taka breytingum í samræmi við almenna launabreytingu samkvæmt kjarasamningum á árinu 2018 það er 3%. Laun stjórnarmanna Ísafjarðarbæjar verða þannig eftirfarandi frá aðalfundi 2019, formaður 400.000 krónur á mánuði, stjórnarmaður 200.000, varamaður í stjórn frá 40% af launum stjórnarmanns sem eru krónur 80.000 fyrir hvert setinn fund. Auk þess gerð tillaga að þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði 30% af launum stjórnarmanns, krónur 60.000 fyrir hvert setinn fund. Stjórn Ísafjarðarbæjar semur síðan við formann endurskoðunarnefndar sem skal vera endurskoðandi greiðslur fyrir störf í nefndinni. Og þessi tillaga borin undir til samþykktar og samþykkt. Næst á dagskrá komið afgreiðslu þóknunar fyrir endurskoðanda og lagt til að þóknun endurskoðanda verði samkvæmt reikningi og sú tillaga borin upp til samþykktar og samþykkt. Síðast á dagskránni eru önnur mál og það liggja ekki fyrir neinar skriflegar fyrirspurnir og engin önnur erindi en nema frá fulltrúa hluthafansins, Sigurður H. Helgason, gjörðu svo vel. Ágætu fundargestir, ég vil fyrir hönd fjármála- og efnahagsráðherra þakka stjórn félagsins, stjórnendum og starfsmönnum fyrir velunnin störf á síðastliðnu ári. Ég vil nota tækifærið sérstaklega til þess að þakka fráfarandi stjórnarformanni Ingimundi fyrir störf hans í þágu félagsins og óska honum alls hins besta. Takk fyrir. Þá liggja ekki önnur mál fyrir fundinum. Dagskráin tæmd. Boðið verður upp á létta veitingar hér fyrir framan fundarsalinn og það sem ekkert annað liggur fyrir óskað eftir heimild fundarins fyrir fundarstjóra til að ganga frá fundargerð ásamt fundarritara og það samþykkt. Annað liggur þá ekki fyrir og ég þakka fyrir góða fundarsetu og fundarslitið.